Herru krakkar, surprise, surprise, það er eiginlega fjórða lota í þessu hefti sem við ætlum aðeins að kíkja á í þessari viku sem fer svolítið í mannfjöldaspár og svona praktísk atriði varðandi diffurjöfnur. Þannig að við erum að byrja á því að skoða til dæmis að þetta dæmi að við erum með einhverja borg eða bæ og íbúum fjölgar 2%. Ok, og við látum y tákna íbúafjölda. Það því það y diffrað er breyting á íbúafjölda. Því y diffrað er alltaf bara breyting. Þú diffrar eitthvað, þá ertu að finna breytinguna á hverju. Þannig ef að íbúafjöldi er y, þá er y diffrað bara breyting á íbúafjölda. Já, fjölgun. Við getum sagt að breytingin á íbúafjölda er 2%, 0,02 af íbúafjöldanum. Og þetta er diffurjöfna. Og ef maður leysir þetta, þá fær maður eitthvað á þessu formi. Svona. Við kíkjum á hvernig þetta lítur út. Þá er þetta veldisvísisvöxtur og lítur svona út. Byrja rólega en síðan fer þetta upp úr öllu valdi og ríkur upp. En ef við erum að tala um mannfjöldaspár eða stofnstærðir bara í líffræði til dæmis, þá gerist þetta ekki alveg svona af því að það er oft takmarkanir á því hversu stór ákveðin stofn getur orðið. Af því það er kannski takmarkað pláss eða takmarkað fæða. Þannig að þetta verður ekki alltaf svona, heldur verður þetta fall sem lítur einhvern veginn út svona. Það verður fjölgun, en síðan verður eins og segi takmarkanir á plássi eða fæðu og það jafnast þetta út í eitthvað hámarksgildi. Ok, nú af hverju viljum við vita mannfjöldaspár? Það er til dæmis eins og þessi frétt sem var núna bara fyrir viku síðan, að það verður að kynna 20.000 manna hverfi í Reykjavík. Þannig að það er hérna Reykjavíkurborg og er þá með einhverjar mannfjöldaspár fyrir Reykjavíkursvæðið eða Reykjavíkuríbúa til þess að geta undirbúið og planað svona uppbyggingu á okkur byggðasvæðum. Þannig hérna er búin að gera ráð fyrir að 20.000 manns flytji inn eitthvað okkur hverfi. Þannig að þetta er notað í praxís mannfjöldaspár. Það er líka sem annað dæmi að þá er mannfjöldaspá fyrir bara allt Ísland. Þannig að það er mannfjöldaspá fyrir Reykjavík eða höfuðborgarsvæðið og fyrir Vesturland og það er meðal annars notað til þess að meta hvenær það þurfa að gera ný Hvalfjarðargöng. Það tekur náttúrulega svolítið tíma að bora einn slík göng. Þannig að mannfjöldaspár eru dýrnotaðar. Og til þess að byrja að nota þær þá þurfum við aðeins að grúska meira í hliðruðum diffurjöfnum. Hérna er bara diffurjöfnur eins og við erum vunaði nota. Diffurjöfnur er á þessu formi og hefur þessa lausn. Þannig að hérna er 4,1a að þá eru bara að gera ráð fyrir diffurjöfnum sem eru á þessu formi þar sem a og b eru fastar. Þannig að a er einhver tala og b er einhver tala. Þetta er ekkert x eitthvað, sinus of x eða x í öðru eða x, þetta er bara tala. Þannig að f of x, það er það sem er fyrir framan y-ið, það verður a-ið okkar hér. Og g of x, sem er hægra megin samansemmerkið, það verður bara okkar b. En það er eiginlega svarið við a-liðinu. Þannig að í b-lið þá er það að finna lausn fyrir y-ið, það er að segja að þið eigi bara að leysa þessa jöfnu. Finna út svara því. Síðan er gefið eitthvað auka skilyrði með k-gildið og þá er það að finna sérlausnuna. Síðan eigi það æfa ykkur að setja inn stikurinn í GeoGebru. Ef þið munið það ekki, þá gerir bara nýtt skjal, að þá stikurinn er þetta slider. Þannig ég get gert stiku, kalla hana A, gert aðra stiku, kalla hana B
og síðan ef þið vilja hún sé 0,4 þá getið tvísmelt á hana og hérna getið þið gefið þessu ykkur hámarks- og lágmarksgildi og hérna er líka increment, þannig að þið getið sagt að ég vil geta fært þessa stiku á 0,1 millibili og þá getið þið fært þetta þannig að þetta sé 0,4 svona, og þið getið líka breytt þessu þannig að þetta hefur max-gildi K? Nei, 12 segi ég. Þá getið þið skrúað þetta upp í hérna upp í 12. Ok. Hérna síðan er svolítið nýtt. Hérna erum við að fara að heilda töluna 0. Það mun gerast hérna þegar við leysum þessa hliðruðu differjöfni sem lítur þá svona út. Hún lítur út svona til að byrja með, en þegar maður færir þessi 3 y yfir þá lítur það svona út. Þannig sjá það sem er hægra megin við samansammerkið, það er okkar g af x og það er bara 0. Þannig að þetta hérna hildi allt saman verður 0 og það hilda 0 að þá farið bara k. Þá farið bara k-gildi. Ok, og það er sýnt hérna í þessu sýndæmi hvernig sérlausnin fæst fyrir þetta dæmi. Þannig að hérna fáið þið hliðrað differjöfni sem lítur svona út. F af x er þá það sem er hérna fyrir framan y-ið sem er þá -4, g af x er þá bara 0 og hérna er þið að finna út almennlaust fyrir y, hérna gefið síðan skilyrða k og þá finnið þið sérlausnina. Ok, í dæmi 3 að þá búa hérna 20 millmanns og við skulum bara vinna með milljónir, þannig að við erum með 20. Þannig að y er 20. Nei, y0 fyrirgefið 20. Þegar tíminn er 0 er y 20. Þetta er hérna strax í fyrstu setningunni er okkar auka skilyrði. Þetta er þegar tíminn er 0 og þá er y 20. Fólksfjölgun er 2% sem miðast við íbúafjölda það árið. Það er bara sama og þessi hérna lína, y diffrað er saman sem 0,02 af y-in. Látum breytun y tákna fjölda fólks í milljónum og breytun x tákna ár. Já, og hérna kemur þetta upphafsskilyrði. y0 er sama sem 20, þetta er upphafsskilyrðið. Þannig að hérna er ég að rita jöfnu fyrir y diffrað, það er bara eins og ég var að sýna ykkur áðan í hérna. Og síðan er að finna þá almenna lausn fyrir y. Síðan að nota ykkur þetta aukaskilyrði til þess að finna sérlausnina og síðan að reikna út hver er íbúafjöldin eftir 50 ár. Og best er að nota g-gebrur bara í þetta hérna. Þannig að þið getur náttúrulega reiknað í höndunum, það er ekkert mál. Þannig að ef þið setjið jöfnuna í g-gebru, þannig að þetta verður f af x saman sem eitthvað. Þannig að í g-gebru skrifa maður f af x í staðinn fyrir y. Og síðan að þú skrifar f af 50, að þá færðu svarið. Ég heldur tökum ekkert meira í bili í dag, heldur förum síðan í framhaldinu að vinna með ef það er líka einhver fjöldi manns að flytja inn og úr landinu eða inn og úr borginni sem gerir þetta áhugaverðara.